Liður 8. Félagsmiðstöðvar. Ungmennaráðsfulltrúi Íris Ósk Sverrisdóttir kynnir málið en ræðan var gerð með ungmennaráðsfulltrúa Sigmund Loga Proppi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, fulltrúar ungmennaráðs og aðrir góðir gestir. Ég vil ræða félagsmiðstöðvar á Akureyri og sérstaklega aðbúnað þeirra. Félagsmiðstöðvar skipta miklu máli fyrir ungmenni. Það eru staðir þar sem við getum hist eftir skóla, átt góðan tíma með vinum og tekið þátt í ýmiss konar starfsemi. Fyrir mörg ungmenni eru þær mikilvægur hluti af félagslífi þeirra. Það er oft talað hversu mikilvægar félagsmiðstöðvar eru, en það er líka að tala aðstöðunar sem þeim er úthlutað. Góður aðbúnaður skiptir miklu máli, bæði hvað varðar húsnæði og búnað. Ef aðstæðan er ekki góð, getur það haft áhrif á starfsemina og á það hvort að ungmenni sækjast í félagsmiðstöðvarnar. Í mörgum tilvikum eru félagsmiðstöðvar inn í skólahúsnæði sem var ekki hannað fyrir þá starfsemi. Rýmin sem þær fá eru oft opin svæði sem eru notuð í annað yfir daginn. Þetta gerir það erfitt að skapa ákveðna stemmingu og hafa stað sem ungmenni upplifa sem sitt eigið. Dæmi þetta má sjá á Akureyri. Félagsmiðstöðvar Lundur í Lundaskóla, Trauja í Brekkuskóla og Undurheimar í Síðuskóla eru ekki með sitt eigið húsnæði. Í Lundaskóla er félagsmiðstöðin til dæmis bara með aðstöðu á göngum og í forstofu. Það er stórt opið svæði sem er erfitt að takmarka og ekki hægt að loka af. Í Brekkuskóla er svipuð staða þar sem rýmið er opið og notað í annað yfir daginn. Á saman tíma eru aðeins 4 félagsmiðstöðvar sem hafa sitt eigið rými eða aðstöður sem hentar betur. Eitt dæmi er Stjörnuríki Oddeyrarskóla sem hefur sérrými. Slíkt skiptir miklu máli því það er hægt að hanna umhverfi sérstaklega fyrir starfsemina. Það kom líka skýrt fram að félagsmiðstöðvar þurfa að vera hannaðar út frá þörfum þeirra. Það þarf að vera hægt að skreyta rýmið, setja upp plaggöt og skapa stemmingu sem tengist félagsmiðstöðinni. Ungmenni þurfa að finna að þetta sé þeirra staður, ekki bara kennslustofa sem þau fá að nota tímabundið. Félagsmiðstöð á einnig að vera griðastaður. Sumum krökkum líður ekki vel í skólanum en finna sér betur í félagsmiðstöðinni. Þess vegna er mikilvægt að hafa sérstakt svæði sem er ekki beint hluti af skólastarfinu, til dæmis rými sem er eingöngu ætlað félagsmiðstöðinni. Smá eins og Dimmuborgir í Giljaskóla. Það er rými sem er þó notað í frístund en einnig sem staður sem ungmenni á unglingastigi sækist í frímínútum og fá einnig að njóta í félagsmiðstöðinni. Þar eru sófar, púlborð, sjónvarp og mikið meira. Hengt var upp plaggöt, LED-ljós, listaverk eftir nemendur og gefur Dimmuborgum sinn persónuleika. Búnaðurinn skiptir því miklu máli. Á sumum stöðum er búnaðurinn orðinn gamall og þarfnast uppfærslu. Það á við húsgögn eins og sófa, stóla, púlborð og slíkt. Ef umhverfið er gamalt og slitið verður það síður aðlaðandi fyrir ungmenni. Ef við viljum að fleiri nýti sér félagsmiðstöðina þurfum við að tryggja góða aðstöðu. Það þýðir að bæði betra húsnæði og betri búnað. Það er líka mikilvægt að hlusta á ungmennin sjálf. Með því að tala við nemendaráð og nemendur í mismunandi skólum er hægt að fá skýrari mynd af því hvað vantar og hvað þarf að bæta. Félagsmiðstöðvar geta haft mjög jákvæð áhrif á samfélagið. Til að þær geti staðið sig sem best er nauðsynlegt að þær hafi rétta aðstöðu. Þess vegna vil ég leggja áherslu á að bæta aðbúnað félagsmiðstöðva á Akureyri, henda í kannanir sem ungmenni geta svarað hverju má breyta og hverju ekki tengt félagsmiðstöðunum. Með því að tryggja þeim eigið rými, betri búnað og aðstöðu sem hentar starfseminni, getum við gert þær að enn betri stað fyrir ungmenni til að stíga út úr þægindarammanum sínum og inn í félagslífið. Takk hérlega fyrir að hlusta. Þá hefur ungmennaráðsfulltrúi Íris Ósk lokið máli og bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason stígur upp í pontu. Forseti og forsetar og ungmennaráð,
Takk fyrir afar góða umræðu. Við höfum verið að ræða þetta svolítið í fræðsluráðinu og við erum alltaf með Rósenborg sem að við ættum nú að geta gert aðeins svona heimilislegra og betri félagsmiðstöð þannig að efstu hæðirnar. Ég er mikið búinn að skoða Ársel og Holtið sem er í Norðlingaholtið. Við höfum nú gist þar nokkur sem með hópa og Holtið sérstaklega er afskaplega fín félagsmiðstöð sem er tengt Norðlingaskóla og ég held svona framtíðarplana ættum að gera betur úr Trója í Rósenborg og síðan ættum við að fara að hugsa um eitthvað staðsetningu góða svona 603 hinum meginu ána sem að er svona stærsta sem að hittast kannski allir skólanir í Glerárhverfinu og ég skil vel að þetta getur verið erfitt, það sumir skólar sem henti ekki vel, ég vann nú í Oddeyrarskóla og þar var alltaf mikið metnaður að gera flott svona stofur og fleira fyrir félagsmiðstöðunar. Ég veit það er ekki mikið pláss í Lundarskóla til dæmis og fleiri stöðum en heldur þetta að hafa svona heimastöð í Rósenborg og síðan vantar okkur svona stóra heimastöð í 603. Við þurfum eitthvað aðeins að skoða þetta og var ég mjög góð hugmynd um að fá lista hvað ungmenni vill bæta og hvað vilja setja inn, hvað finnst ykkur vanta og fleira svona inn í þessar skóla. Takk fyrir. Þá hefur bæjarfulltrúi Heimir Örn lokið máli sínu og orðið er opið. Þá legg ég til að við höldum áfram með dagskrána.